Þessi þáttur í boði heimsenda fjölskyldunar sem fólkið sem gerir mér kleift að gera þessa þætti. Þetta góður hópur af fólki sem inn á Patreon og styður þetta hlaðvarp í áskrift til að fá fullan aðgang að öllum þáttum. Og það eru 4 loftsteinar. Það eru Þorgeir Pálsson, Óskar Kemp, Discover True North og ein skilaboð til alheimsins: stormar fá eikur til að skjóta dýpri rótum. Takk fyrir stuðningin og þið hinn sem eruð ekki orðin áskrifendur, pælið í því. Það gætur verið gaman að gefa sjálfum sér sumargjöf, áskrift að heimsendi. Hver veit, það hægt að prófa frítt í 7 daga. Síðan það smá auglýsing, gott fólk. Þetta auglýsing, persónuleg auglýsing fyrir mig. Ég gerði sem sagt stuttmynd í Tókjó í fyrra sem heitir Kazan og hún verður frumsýnd á Íslandi í haust, líklega í september eða október, og til þess að frumsýna hana þá þarf ég að leigja rými og til þess að leigja rými þá þarf ég pening og ég ætla að safna þessum pening á carolinafund.com, held ég lögreglega, og þið getið lagt mér lið með því að fara inn á Carolina Fund og finna verkefnið Kazan sem stuttmyndin mín og kaupa miða. Þetta ekki bara styrkur, nei, þið ekki að styrkja myndina, þið að fjárfesta í myndinu, þið að kaupa miða, því að þetta góð mynd og góð skemmtun. Hún 18 mínútur, þetta vísindaskáldskapur, búin til í Tókjó með alþjóðlegu leikaraliði og ég leikstýri. Þannig að kíkja á það, carolinafund.com, og finnið Kazan. Gott fólk, verið velkomin í þátt númer 123. Þetta hlaðvarpið heimsendir sem heilsar ekki frá Japan, nei, við heilsum frá Reykjavík, frá Íslandi, af því að við erum komin heim. Þetta þáttur sem ég kalla Lífið á Íslandi. Bandstrygg, já, líklega bandstrygg menningarsjokk, af því að ég í krónísku menningarsjokki hér á Íslandi. Ég orðinn japanskur að einhverju leyti og það skrítið að vera komin heim. Það skrítið að vera komin heim í 20 tíma dagsbirtu. Það skrítið að vera komin heim í sundlauga menninguna, að koma úr japansku onsen menningunni og sento menningunni yfir í sundlauga menninguna. Mér líður svolítið eins og Ísland sé himnaríki. Ekki það, jú, paradís. Það frábært að vera í Íslandi. Hörðu, það brakar svo í stólnum. Heyrið það? Býtu. Þetta gengur eiginlega ekki. Af hverju brakar? Ég ætla að skipta stól, bíðið aðeins. Ok. Brakar ekki þessum, þetta fínt. Ok, mér líður eins og Ísland sé paradís eða himnaríki, ekki af því að Ísland fullkomið land, ég meina, það bara fínt að vera hérna, nei, af því að þetta svona, þegar maður ímyndar sér himnaríki þá ímyndar maður sér einhvern veginn svona samfélag þar sem allir þekkja alla og fólk bara eitthvað að labba göturnar og heilsa og blessaður, heitir þú Mikael Erkiengil í gær? Já, ég heiti hann. Já, hvað sagði kallinn? Hann sagði bara fínt, eins og alla daga, þið veitir. Að koma í íslenska sundlaug svolítið svona. Maður hittir blessaður. Já, blessuð. Já, gaman. Gaman. Þið veitir, maður hittir svo mikið af fólki, þetta voða skrítið, Og ég fór í sund í gær, það var sunnudagur, það var sól, 18 gráður, þið veitir. Þetta einhvern veginn, það gerist ekki betra og þetta mjög næs, en ég skil líka pælinguna, stundum vill maður vera í smá, hafa smá einkalíf, eða það að segja stundum vill maður vera einhvern veginn svolítið út á fyrir sig, og þá Reykjavík kannski ekki besta borgin, af því að það virðast allir þekkja alla. Maður getur kannski farið niður á Laugaveg, þar bara útlendingar og ferðamenn og þá fellur maður inn í fjöldan, þið heyrið það kannski, ég með breytta rödd. Nei, ég veit ekki
Nei, ég er bara veikur, ég er komið undan veikindum, þannig að ég er með svona smá nefmæli. Við verðum bara að lifa með því. Þetta er alltaf svona, þú veist, ég var veikur fyrr í vor, þá fekk ég influensu B, þið munið eftir því, ég gerði þátt um það og það var viðbjöður, það var 10 dagar, þetta er ekki viðbjöður, ekki alveg, þú veist, ég lifið þetta alveg af, þetta eru nokkri dagar hérna, ég er ekki með hita til dæmis, en þetta er bara svo böggandi að vera svona veikur og hérna, þú veist, þetta er svo eitthvað, maður einhvern veginn er ekki alveg með sjálfum sér og maður nennir ekki að gera neitt, þú veist, ég ætla mér búin að fresta því að taka upp en að þátt mjög lengi af því að ég er búin að vera svona, þetta er slen, þið veitið, maður er svona svolítið bara einhvern veginn, illa fyrir kallaður, sko, en við skulum ekki staldra of lengi við það, við ætlum að fara beint í punkta. Þú veist, nú maður komið til Íslands og þetta er þáttur sem heitir Lífið á Íslandi og á Íslandi þá ætla ég að gera kannski svona 1 til 2 þætti í mánuði þar sem ég er að blaðra svona sjálfur í mikrofón og myndavél. Annars verða fleiri viðtalsþættir, ég ætla að koma með nýja þáttaserju sem ég hugsa að gæti bara heitið sko doktorinn eða sjúkdómssjáin, þið veitir, þar sem ég ætla að fá til minn vin minn sem er læknir og við ætlum að ræða saman einhverja sjúkdóma, það kemur alltaf næstunni og svo ætla ég líka að taka bara þessi klassísku viðtöl, þið veitir, sjá hvað hefur breyst á Íslandi og bera svolítið saman við upplifun mína af Japan, ok. En þetta er lífið á Íslandi, og þetta er þáttur sem fjallar um menningarsjokk, en ég er með nokkra punkta og við skulum fara beint í þá. Það fylgdi ekki söguna en ég er einstæður faðir í dag, Sherin kona mín er að vinna, þannig að við feðgarnir erum bara 2 saman. Jæja, Emir, segðu nú eitthvað í hljóðnemann. Segðu eitthvað? Nei, hann er feiminn. Ég ætla aðeins að setja hann á leikteppið og svo kem ég eftir. Ok. Við sjáum hvað þetta gengur lengi. Sjáum hvort að hann fari... Nei, ok. Ok. Fyrsti punktur. Þessi er frá Japan. Ég var að hlusta á, ég var að heyra það frá Sherin í gær. Hún var að skoða fréttir í Japan og það er lítill bær, bara eitthvað 10.000 manna bær, rétt fyrir utan Sapporo, eða rétt fyrir utan, segjum 1,5 tími í keyrslu, þar sem rosalega mikið er skógarbirni upp á síðkasti sérstaklega. Og hvað gerist þegar það er svona mikið skógarbirni? Þá aukast hættur, þá eykst hættan á því að það verði bjarnaárás sem er alltaf bara misskilningur milli manna og bjarna, það er að segja þá er eitthvað mannfólk að fara aðeins á langt inn í skóginn eða einhverju skógarbirnir að koma aðeins á nálægt bænum. Ok, og hvað er við því að gera? Já, því miður þá er bara eitt ráð og það er bara að veiða þessar skógarbirnir sem koma svona nálægt, það er ekki hægt að færa þá tilbaka. Og þá eru ráðnir inn í myndina veiðimenn og þetta eru oft gamlir japanskir karlar sem eru búin að vera að veiða í, þið veitir, 50-60 ár. Það er ekki frásögufærandi. Fréttin er hvað þessir ágætu menn fá í laun. Og ég get sagt ykkur það. 4.800 krónur á dag, við getum ímynda okkur að dagunni sé þá, einhverjir, þú veist, ég veit ekki, 8, 9, 10 klukkutímar, 4.800 krónur fyrir að veiða skógarbjörn sem getur verið upp í 400 kíló á þyngd. Myndu þið, gott fólk, fara út í skóg með riffil að veiða skógarbjörn fyrir 4.800 krónur? Það er bara eins og hádegismatur, þið veit, skilurðu. Ok, gefið að verðlag í Japan er mun minna en á Íslandi. Það er að segja, sko, ég held að meðal tímakaup sé eitthvað svona í kringum 1300, en þetta er þá bara ríflega þrefalt það. Þú veist,
þetta er bara 3 klukkutímar á lágmarkslaunum fyrir heilan dag að veiða skógarbirni. Sko, til að gera langa sögu stutta þá fóru þessir veiðimenn bara í verkfall. Þeir sögðu bara nei, leifum bara skógarbirnunum að koma niður í bæinn ykkar og skulum sjá hvort að það gerist eitthvað, því að við erum ekki að fara út í skóg að veiða fyrir 4.800 krónur, það er of lítið. Ok, þetta var stuttur punktur. Nú skulum við færa okkur til Ísland. Þetta menningarsjokk sem ég er að upplifa, hvað er það? Sko, hér er punktur sem ég skýri: hæðarskynið er í rugli. Og það er bara eins og það er, þú veist. Ég bjó í húsi í Sapporo þar sem allt var gert aðeins minna en venjulega, af því að tengdamamma mín er mjög lágvaxin kona. Hún er svona 1,52. Þannig að þú veist, eldhúsborðið var mjög lágt, klósettborðið var mjög lágt, klósettið var mjög lágt, einhvern veginn, þetta er allt mjög lágt og lágt til lofts. Svo kemur maður til Íslands og það er bara eins og maður sé dvergvaxin, sko. Það er bara hátt til loft, skápar hérna upp alla veggi, þú veist, eldhúsborðið nær manni bara upp á bringu, sko, og þú veist, auðvitað er þetta upplifun sem ég átti ekkert áður, þetta er bara eðlilegt á Íslandi, en þegar maður kemur til Íslands þá er þessi brenglun til staðar. Og ég man þegar ég lenti á flugvellinum í Helsinki, ég veit nú ekki hvort að Finnar séu hávaxnasta þjóð í heimi, ég efa það, ég held að Hollendingar séu hávaxnari, en Finnar eru samt hávaxnir samanborið við Japani. Ég mætti á flugvöllin og ég er náttúrulega bara búin að vera í kringum Japani í 2 ár og þau blessunin eru ekki hæst í heimi, þið vitið. Þannig að mér leið bara eins og dvergur, eða veist ekki, bara það skilur, þetta er bara hæðarskilnið er í rugli, maður sér hlutina í svolítið nýju ljósi. Þetta er menningarsjokk og þó að hæð sé kannski ekki alveg menning. Ok, næsti punktur, verðlag rís. Þetta er gömul tugga hérna á Íslandi, það er að segja, þú veist, það er búið að vera ástandið hérna síðustu 2-3 ár. Það er hátt verðlag, það er verðbólga og háir stýristvextir og allt þetta. Við fórum í bónus og krónuna og ég hjó eftir nokkrum hlutum. Ok, fyrir það fyrsta, við sáum staka rauða papriku á 500 krónur. Stök rauð paprika á 500 krónur. Það getur ekki verið svona dýrt að rækta papriku á þurfa að rukka. Hefur ég ætla að fá 4 paprikur, já, það er 2000 kall. Já, hefur sleppum þessu. Þetta er, svo var sko hádegismaturinn í Íslandi, hann er komin upp í 2 og 5, 3, þið getur örugglega fundið hádegismat á 3 og 5. Hádegismatur í Japan er svona 700-800 kall. Þannig að þetta er svolítið nýtt. Svo er það náttúrulega bensínið, góða, á 325 krónur lítirinn. Bensínið í Japan er á svona 150 kall. Þannig að á Íslandi er það 2-falt dýrara, ríflega. Nei, það er ekki að því að Japan býr til svo mikið, Japan vinni svo mikið af olíu eða sé með svo mikið af olíulindum. Nei. Það er bara því að ríkið greiðir niður, ríkið niðurgreiðir, veiran er komin í heilan. Ok, hérna, ríkið niðurgreiðir olíu í Japan og ég hef heyrt, þetta er kannski samsæriskenning, en ég hef heyrt að það sé til að fólk sé ekkit að fríka út, þið viti, að fólk ímynda sér að hagkerfi sé í bara frábærum málum, þið viti, að það sé ekkert vesen og það sé engin skortur á olíu og olíuverð sé ekkert að hækka. Ríkið er einhvern veginn bara að halda bensínverðinu lágu til að fólk fríki ekki út. Á Íslandi er bensínverðinu leyft að sveiflast bara eftir markaðsáhrifum í heiminum og við vitum náttúrulega að þar spilar ýmislegt inn, COVID og síðan stríð í Úkraínu og fleira. Þannig að bensín á Íslandi er komið upp í 325 krónur á lítirinn. Það er dýrt, það er dýrt spaug. Nú, hvað gerir maður með svona hátt verðlag? Sko, ég ætla að vera með rannsókn á komandi vikum og mánuðum til að sanna fyrir sjálfum mér og ykkur og Íslendingum
eins og þeir leggja sig að það er ekkert mál að snúa á þetta háa verðlag. Við sem 2 manna fjölskylda plus Emir sem borða nú ekki mikið og þó smá stóðmjólk og svona, og svo köttur sem borðar alveg slatta, ég hugsa að við getum lifað af mánuðin á 100 kalli, það er að segja þegar kemur að matarinkaupum, og þá er ég ekki að taka inn í myndina að fara út að borða sem við gerum þó mjög lítið af. Nei, ég er bara að tala ég ætla að byrja að sjá hvort við getum ekki verið undir 100 kalli í matarinkaupum, og leiðin til að gera þetta er að kaupa í bölki til að sletta. Við fórum í Costco, við keyptum rosalega mikið af kjúklingaleggjum og svo endurpökkuðum við því í litla svona zip-poka og settum í frysti. Við keyptum rosalega mikið af hakki, nautahakki, og við endurpökkuðum því í þú veist, skammta og aftur inn í frysti. Við kaupum 5 kíló, jafnvel 10 kíló, jafnvel 20 kíló af japanskum hrísgrjónum, og svo erum við bara með hrísgrjónapott, og ef hann er bara að malla á hverjum degi og búið til hrísgrjón, þá, þú veist, þá kostar hver máltíð af hrísgrjónum bara, þú veist, 40 kall eða eitthvað. Já, síðan er þetta að fara í þessa Asíumarkaði og kaupa ódýran fisk, það er þetta að kaupa makríl. Ég veit að, þú veist, 99% af Íslendingum getur ekki borðað makríl þannig að það kannski er ekki gott ráð. Við fórum í Krónuna og þau eru með svona ódýrt merki og maður sá strax hvað er í gangi. Sko, til dæmis kjúklingur, ef þú kaupir kjúkling á beini, þá er hann miklu ódýrari heldur en úrbeinaður kjúklingur, af því að Íslendingar fíla ekki beini, þú veist, fíla ekki þetta vesen að vera með einhver bein og eitthvað svona, þú veist, Íslendingar fíla bara kjúklingabringu eða kjúklingalundir, kannski úrbeinu læri, en það er miklu ódýrara. Þá erum við komin aftur, verið velkomin aftur. Ég þurfti að taka smá pásu til að elda hádegismat og svæfa stránginn og gera mér kaffi, en ég er komin tilbaka, komin aftur, miklu meiri kraftur. Fæ mér kaffisopa og ég er svona reyna að tala ekki of hátt af því að strákurinn er nú sofandi í næsta herbyggi. Svona er þetta að vera pabbi, podcast pabbinn maður. Ok, sko, ég var að tala um booking.com, þýðingar, og ég var að tala um það að það er í vinnunni sem ég er að gera, að þýða þarna úr ensku yfir á íslensku, þá er verið að auglýsa orlofshús í Rússlandi. Ég væri náttúrulega til í það. Úthverfi Moskvu, orlofshús með heitum potti, eldhúsi, verund með garðútsýni og loftkælingu og flatskjá, allt þetta í boði, nema hvað, þetta er ekki í boði af því að það má ekki bóka þetta, af því að booking.com í gegnum Evrópusambandið er væntanlega með einhvers konar viðskiptaþvinganir á Rússland, eða má allavega ekki stunda viðskipti þar. Mér fannst þetta bara áhugavert. Þú veist, ég fæ til mín þýðingar í gegnum einhvers konar gervigreind eða algoritma. Það er ekki fólk á bak við það hvað kemur til mín og hvað kemur ekki til mín. Það er bara einhver algoritmi sem sér, ok, hér vantar íslensku, hér er komin íslenska, hér vantar íslensku. Skulum senda þetta sem vantar yfir á hann Stefán og hann græðir þetta fyrir okkur. Þetta er bara einhver gervigreind að gera þetta. Þannig að þarna hefur verið smá miskilningur í gangi. Þýðum þetta, nema hvað að þetta er ekki lengur í boði af því þetta er í Rússlandi. Ok, hvað er það? Næsti booking.com punktur, og sko bear with me, sem maður segi hérna, sem maður sletti. Ég veit ekki hversu áhugavert þetta er. Kannski er þetta ekkert áhugavert, en kannski er þetta áhugavert. Við sjáum til. Hér er hótel í Shanghai í Kína. Og lýsingin er svona: herberginu fylgir skrifborð, setusvæði og ókeypis snyrtivörur. Það er með queen size room. Það er ekki til gott íslenskt orð yfir queen size room, drottningarstærð, rúm í drottningarstærð, það geti verið, en fólk þekkir bara king og queen size. Svo höldum við áfram. Herbergið er aðeins fyrir kínverska ríkisborgara frá meginlandinu.
Þetta fannst mér líka áhugavert. Af hverju þá verið að þýða þetta yfir á íslensku? Herbergið er aðeins fyrir kínverska ríkisborgara frá meginlandinu. Þannig að Íslendingar fara inn á booking.com og ætla að bóka sér hótel í Shanghai og finna þetta hótel og það er á íslensku og það er lýsing og það fylgir því skrifborð og það fylgir því setusvæði og það er með queen size room nema hvað að þú mátt bara ekki gista þar af því þú ert ekki kínverskur ríkisborgari frá meginlandinu. Þetta er svolítið skrítið og þetta er svona, þú veist, þú finnur þetta ekki á Íslandi, eitthvað hótel á Íslandi, það er búið að þýða það yfir á frönsku en samt stendur, þetta hótel er aðeins fyrir fólk frá Selfossi, þið veitir. Þetta hótel er aðeins fyrir íslenska ríkisborgara en það er samt á frönsku, þú veist. Enn og aftur, þarna er eitthvað svona gervigreindar misskilningur í gangi, skilur. Þetta er eitthvað sem hefði kannski ekki þurft að þýða, þú veist, kannski ætti þetta bara ekki að poppa upp á íslensku eða á í íslenskum niðurstöðum af því að þetta hótel er ekki fyrir Íslendinga, það er bara fyrir kínverska ríkisborgara frá meginlandinu. Mér finnst þetta áhugavert. Talandi þessa ferðalög, ég fór að pæla í þessu af því að, þú veist, ég meina eins og ég segi, ég var alveg til í að kíkja til Rússlands í eitthvað orlofshús og fara í heitapottin. Afsakið, ég fæ mig kaffi og þá fór ég bara að kíkja á Dohop sem er nú íslenskt fyrirtæki og ég fann flug til Rússlands í júli í 10 daga ferð 170 skall, það er að segja flugið sko. Og það er nú svolítið dýrt með Rússland, þú veist, þú getur flogið til London fyrir bara eitthvað 30 skall og Parísar og fleiri staði en til að fara til Moskvu þá þarf það að borga 170.000 og ástæðan er einföld. Það eru fá bein flug af Evrópusvæðinu yfir til Moskvu, kannski eðlilega. Þú getur flogið frá Keflavík til Parísar, þaðan flýgur til Bakú. Nú skal ég leyfa ykkur að giska hvar Bakú er, það er höfuðborg í landi sem er mjög nálægt Rússlandi, höfuðborgin Bakú. Það kuð vissulega að vera Azerbaijan, höfuðborgin Bakú. Azerbaijan er land sem tekur þátt í Eurovision, þó það sé nú kannski ekki í Evrópu. Og síðan er það Serbía og borgin Belgrad. Þú getur flogið þaðan yfir til Moskvu. Þú getur líka flogið frá Tyrklandi og það eru eflaust fleiri leiðir í boði, þú veist. En þetta eru svona leiðina sem poppuð upp fyrir mig. Keflavík, París, Azerbaijan eða Serbía og þaðan yfir til Moskvu. Þannig að þetta er, ef maður ætlar að fara til Moskvu þá er þetta 170 skall og tiltölulega löng leið, örugglega alveg sólarhringur ef ekki 1,5. Ok, þannig það, þetta eru punktarnir. Nú skulum við fara yfir í dagskráliðin heimsfréttirnar. Og sko, heimsfréttirnar eru svona dagskráliðir sem ég væri til að hafa einu sinni í mánuði og pælingin með heimsfréttirnar eru einfaldar reynum aftur. Pælingin með heimsfréttirnar er einföld. Hún er svo að á Íslandi sjáum við rosalega mikið af íslenskum fréttum. Við sjáum líka rosalega mikið af bandarískum fréttum og evrópskum fréttum. Mér langar að skoða lengra. Mér langar að skoða hvað er að gerast í Japan, mér langar að skoða hvað er að gerast í Kína, Austur-Asíu, Suðaustur-Asíu, Filippseyjum, Indonésiu. Mér langar að skoða hvað er að gerast í Afríku, mér langar að skoða hvað er að gerast í Suður-Ameríku, Mið-Ameríku, jafnvel Ástralíu og Mið-Austurlöndum, Indlandi, allt þetta skilur við, og Rússlandi vissulega. Þannig að ég tók hérna til 4 fréttir sem mér fannst merkilegar og á meðan þið hlustið á þetta eða horfið á þetta, þá skulle ég spurja ykkur, vissi ég þetta? Er ég vel að mér í heimsfréttum? Vissi ég allt þetta sem heimsendir er að tala um hérna? Ef svo er, gott og vel. Ef ekki, af hverju? Er maður kannski of involveraður í þessari litlu búblu sem Ísland er? Eða Evrópa? Eða vestrið, jafnvel? Þó að ég sé nú ákveðin klappstýra fyrir vestrið, ég fíla vestrið. Þá er gott að horfa út fyrir vestrið og skoða hvað er að gerast í restina af heiminum. Ok, 4 fréttir.
fyrsta frétt kemur nú bara frá öllum miðlum, þú getur fundið þetta á íslenskum miðlum líka, og þetta er svona kannski old news. Forseti Írans er allur. Hann dó í einhverju flugslysi þegar þyrlan hans hrapaði á leið sinni frá, hvort það var ekki bara Azerbaijan, gott ef ekki. Hann var að skoða eitthvað stíflu og svo fór hann heim, nema hann komst ekki heim af því hann dó. Hvað þýðir þetta? Við náttúrulega vitum að Íran er land sem er svona oft í fréttum og er ekki endilega besti vinur Bandaríkjanna og ekki endilega besti vinur vestursins. Þeir geti samt farið út í Bónus og Krónu og keypt döðlur, upprunaland Íran, frábærar döðlur sem þau gera. Íran er áhugavert land, en ég held að það sé rosalega mikil harð stjórn þar og ég var ekki til að heimsækja landið með núverandi stjórn, sko, talandi með núverandi stjórn, ég er svolítið svona, ég er ekki þvoglumæltur, en svona, ég mæli mig svolítið af því að nefið er einhvern veginn úr umferð, þannig ég bara að tala með munninum núna. Ayatollah Khamenei, það er æðsti maður í Íran og hann er enn á lífi og hann er enn við völd, þannig að það forsetinn, þetta heitir sko Republic of Iran, sem er þá bara lýðveldið Íran, sem þýðir að forsetinn ætti að hafa einhver völd, en mér skilst að hann hafi nú ekki mikil völd. Þetta er náttúrulega einhver klerkastjórn hana og yfir henni er Ayatollah Khamenei og hann er enn í fullu fjöri, 85 ára gamall, þannig að ég held að breytist ekki neitt í Íran. Ok, förum yfir í næstu heimsfrétt. Og þetta kemur frá Russia Today. Það er alltaf gaman að skoða Russia Today. Mér finnst sá miðill vera farin að fela áróðurinn mun betur. Í gamla daga þá var þetta bara vestrið er ömurlegt, Pútín er bestur. En núna er þetta svona ágætis fréttir inn á milli. Hér kemur fyrir svona Svíþjóð stóreykur hernaðarumsvif á Gotlandi. Hvað er Gotland? Jú, það er sænsk eyja í miðju Eystrasaltinu, stundum kölluð ósökkvanlegt flugmóðurskip, og þar eru Svíar eftir inngöngu sína í NATO farnir að stórauka hernaðaruppbyggingu. Við erum að tala um radarstöðvar, eldflaugar, og bara fjölda hermanna, þið vitið. Þannig að hernaðarumsvifin eru að aukast og rússar eru að benda á þetta. Og hér segir sko Michael Biden, óskyldur Joe Biden, þetta er herforingi í Svíþjóð, ég held að hann sé herforingi sænska hersins eða yfir sænska hernum. Hann segir peaceful times are over, the war in Ukraine changed the political situation in Europe and we had to massively arm Gotland. Sem sagt, friðartímarnir eru búnir, stríðið í Úkraínu breytti pólitísku landslægi í Evrópu og við urðum að fara í stór aukin hernaðarumsvif í Gotlandi. Þetta er svo sem ekkert, þetta er engin frétt. Ég menna, fólk sem er að pæla í þessu veit alveg af þessu. Það að NATO, það að Finnland og Svíar séu komnir í NATO þýðir einfaldlega að Eystrasaltið er svona svolítið yfirráðasvæði NATO akkurat núna, og ég hef heyrt að rússar séu svolítið bara að draga sig frá Eystrasaltinu, sjá ekki lengur hag í því að vera með mikil umsvif í Eystrasaltinu. Auðvitað eru kafbátar og annars slíkt, en öll herskip sem fara frá Sankti Pétursborg Eystrasaltið verða undir miklu eftirliti frá NATO. Og Rússland segir líka í þessari frétt að þetta breytist ekkert með þau breyta ekki sínum plönum, þeirra plön snúast ekki að ráðast á meðlimi NATO og það sé engin geopolítisk ástæða til þess, þannig að Svíar þurfi nú ekkert að auka umsvif þarna á Gotlandi, það sé engin ógn frá Rússlandi, en þeir hafa nú sagt annað eins. Herðu, færum okkur yfir í 3. punkt. Þetta kemur frá South China Morning Post sem má þá lesa allan daginn. Þetta er frá Hong Kong og fjallar Taiwan. Og hér segir PLA í herkví umhverfis Taiwan í tilefni nýs forseta. Ok, hvað þýðir þetta?
PLA, PLA, People's Liberation Army, það er bara kínverski herinn, myndar sko herkví, það er að segja á ensku blockade, naval blockade, umhverfis Tævan af því að það var verið að vígja nýjan forseta í Tævan sem heitir Lai, William eitthvað Lai, og hann er mjög hlynntur sjálfstæði Tævan og Kína er mjög á móti því, þannig að þá mótmæla þeir því með því að setja herkví umhverf. Þetta eru æfingar, heræfingar, og það sem er áhugavert í þessari frétt er að það virðist vera sem Kína sé mögulega að fjarlægjast möguleikan á því að ráðast inn í Tævan og sé miklu frekar að íhuga að loka Tævan bara af frá umheiminum, að einangra Tævan og jafnvel reyna að svelta það einhvern veginn efnahagslega með því til dæmis að blokkera allar skipaleiðir og jafnvel blokkera flugumferð með þessari herkví. Þannig að í staðin fyrir að ráðast beint inn í Tævan þá er Kína virðist vera að skoða möguleikan á að setja bara upp svona langvarandi herkví og sko hvað segir maður, þvinga þá Tævani að samningaborðinu. Það getur verið, þetta er ekki að fara að gerast á morgun en það er alltaf mikilvægt að fylgjast með ástandinu í Tævan. Herðu, 4. og síðasti punktur í heimsfréttunum, þetta er frá Afríku, sem er ekki land, nei, þetta er heimsála, en þetta heitir samt Africa News og ég veit ekki, það gæti nú alveg verið að Africa News sé með höfuðstöðvar í Suður-Afríku sem er nú svona eitt af stærri hagkerfunum þar. Hér er verið að fjalla einmitt Suður-Afríku og það er verið að fjalla svo kallað ANC, African National Congress, sem er einhver stjórnmálaflokkur í Suður-Afríku sem veldur vaxandi óánægju. Þessi flokkur er búin að vera við völd í Suður-Afríku í mörg ár ef ekki áratugi, byrjaði sem frelsishreyfing svartra undir ofurstjórn hvítra Suður-Afríkubúa. Á tímum Nelson Mandela var hreyfingin afl til góðs, þið sjáu, ég er svo nefmæltur, ég get ekki sagt sko afl. Þessi hreyfing var til góðs en fyrrverandi stuðningsmenn segja að nú séu þau einhvern veginn búin að missa sjónar á markmiðinu og séu komin í ógöngur og villigötur. Þau segja að þessi hreyfing eða þessi stjórnmálaflokkur standi ekki við loforðin sín og að ástandið í Suður-Afríku sé að bara fara í sko bara skólpið, þið veitir, ástandið sé bara mjög slæmt. Hver eru vandamálin í Suður-Afríku? Sko það er mjög hátt atvinnuleysi, 10%, 12%, nei, ekki þannig, sko, við erum að tala þriðjungur fullorðina, 33% af fullorðnu fólki í Suður-Afríku er ekki með vinnu, 60% ungmenna. Þetta er mjög hátt atvinnuleysi og þetta er ekki gott. Það er líka orkuleysi, alltaf 12 tíma orkuskortur á dag. Það er bara allur dagurinn, þið veitir. Eitthvað kæla mat? Nei, það er ekki hægt. Af því að það er ekki til orka til að knýja áfram ískápinn. Það er líka léleg vatnsgæði, lélegt fráveitukerfi, það eru kóleiru faraldrar, ég veit nú ekki hvað sjúkdómur það er einhver sýking eflaust og síðan er náttúrulega svakalig glæpa alda og þetta er allt samhangandi, hátt atvinnuleysi, orkuleysi, léleg vatnsgæði, þú veist, og þetta leiðir einhvern veginn allt til aukina glæpa. En ástandið í Suður-Afríku er ekki gott og það eru kosningar held ég bara í þessari viku og það virðist vera sem að ANC sé að missa ríkisstjórnina í fyrsta sinn í mörg ár. Mér sýnist mögulega það vera í 30 ár og þá kemur möguleikin á því að aðrir flokkar komi saman og myndi einhvers konar margflokkar ríkisstjórn eins og við þekkjum á Íslandi, þú veist, Vinstri grænir, Framsókn og sjálfstæðismenn koma saman til að mynda ríkisstjórn. Þetta hefur ekki verið algengt í Suður-Afríku en gæti verið að breytast núna. Það er nú ekki mikið meira að bæta við þetta, veist. Ég held að hinn almenni Íslendingur veit voða lítið Suður-Afríku. Ég hef nú enda komið þangað,
ég man nú ekki mikið eftir því en mér minnir að náttúrun hafi verið nokkuð falleg og maturinn góður og svona, alls konar. En Suður Afríka er til dæmis hluti af svo kalluðu BRICS bandalagi eða einhvers konar allavega hugmyndafræði sem er þá Brasil, Russia, India, China and South Africa, BRICS, og þetta á að vera eitthvað svona mótvægi við G7 sem eru aðalega vestrið, þið veitir. En þú veist, svo maður heyrt að BRICS löndin innbyrðis eru ekkit endilega vinir, þau eru ekkit endilega mjög svipuð, þau deila ekki endilega sama hugsunarhætti eða sömu hugmyndafræði, þannig að þú veist, kannski er þetta bara hugmyndablaði sem er ekkit mjög góð í praktík, en Suður Afríka er sem sagt hluti af þessu BRICS og er svona, þú veist, land til að fylgjast með þó að ástandi virðist vera mjög slæmt akkurat núna. Hörðu, förum yfir í íslensku hornið og svo segjum við þetta gott. Ok, íslensku hornið, sko gott fólk, þið verðið bara að vera með mér í þessu sko. Ég við erum að prófa alls konar nýtt. Ég er að taka heima hjá mér ég er veikur, þið ég er einn með soninn. Þetta er ekki hljóð einangrað rými, þetta er alls konar. Ég er að leita mér að stúdíói og ég er líka að leita mér að pössun, þannig að næstu þættir verða með betri hljóð og myndgæði. Undir lok sumars þá verðum við orðin eins og sjónvarpstöð, þá verðum við orðin mjög professional sko. En svo ég sletti aftur, þetta er smá bear with me hérna, skilur við, það eru smá vaxtaverkir að koma aftur til Íslands og að sko halda áfram með hlaðvarpið sko. Við erum að finna hjólið svolítið upp á nýtt en samt ekki, þetta verður mjög gott hjá okkur, ég bara get lofað ykkur. Ég gleymdi að minnast það áðan, við erum líka að fara af stað með sko japansku spurningakeppni sem heitir Japan betur, þar sem 2 keppendur koma og keppast á í vitneskju um Japan, og við erum að tala um hraðaspurningar, bjölluspurningar, vísbendingaspurningar, spurður mann, spurður hljóð, hlusta á hljóðið, allt þetta, þú veist, þetta verður mjög gott sko. En við erum bara ennþá að leita okkur að stúdíói, þannig að hold your horses sko. Herra, íslensku hornið, ástæðan fyrir því að við erum að skoða íslensku hornið er bara að því að ég vil leggja mitt að mörkum til að hvetja fólk til að vera meðvitað tungumálið sem við tölum. Það tungumál er íslenska og það tungumál, að því eins og ég nefndi fyrir þættunum, ekki erum við að sjá íslenska fána út allt, ekki erum við að heyra íslensk þjóðlög út allt, nei, það er ekki það eina sem við eigum eftir, en það sem við eigum eftir er íslenskan, hún sameinar Ísland undir þeim formerkjum að vera Ísland, þú veist, af því að þegar ég er að ferðast heiminn og þegar ég bjó í Japan þá var fólk alltaf að segja mig ok, þú ert Íslendingur þannig að þú talar ensku eða já, Ísland, er ekki enska tölu þar og ég þurfti alltaf að leiðrétta, nei, það er íslenska, á Íslandi tölum við íslensku, eða þú veist það tala allir ensku en það er ekki opinbert tungumál, á Íslandi er eina opinbera tungumálið íslenska. Já, áhugavert. Býtu, hvernig er íslenska? Já, hún er bara svolítið sérstök, hún er bara svolítið einstök, hún er ekki lík neinu öðru. Þú veist, þau segja alltaf, býtu, er þetta bara alveg eins og danska? Nei, þú veist, hún er svolítið frábrugðin. Ok, þannig að ég er að taka íslensku hornið til að hvetja fólk til að vera meðvitað að það er mjög merkilegt að við, 400.000 manns, þú veist, hvort sem við erum fædd hérna eða ekki, tölum íslensku. Af því að þú veist, það er ekkert mörg önnur tungumál í heiminum sem af þessari stærð sem eiga sér framtíð, en íslenskan getur átt sér framtíð. Þessin er ég að fjalla nokkra málsætti, bæði til að horfa til fortíðar og hugsa, já, svona var fólk að tala og líka til að, þú veist, mögulega einhver hlustandi eða áhorfandi hugsi, þetta er svolítið flottur málsháttur. Ég ætla að nýta mér þennan, ég ætla að taka hann til mín og leggja hann á minnið. Hvað er það? Þetta er líka bara vísdómur, þetta eru bara skilaboð, þetta eru bara góðar hugmyndir til að skoða. Ok, þetta er tekið af Mjólkursamsölunni, þau eru með eitthvað málsháttar horn.
Hér eru málshættir tengdir auði. Nei, ekki tónlistarmaðurinn auður, nei, þetta er auður, þetta er peningur, þið vitið. Auðurinn er afl þeirra hluta sem gera skal. Ok, það er að segja peningar koma hlutum í verk. Já, kannski, þú veist, ég meina öllu jafna, þú gerir mjög lítið án peninga, þannig að það kannski segir sér sjálft. Hér kemur næsti, oft gengur auður fyrir mannkostum. Hvað þýðir þetta? Ég veit ekki. Þetta þýðir kannski bara að sko, þú getur verið bara frábær maður en ef einhver annar maður er með meiri pening þá kannski fær hann eða þú veist, ég veit ekki peningur er mikilvægri en mannkostir. Nei, ég veit ekki, ég þori ekki að leggja mat á það, ég bara skildi ekki alveg sko. Oft gengur auður fyrir mannkostum. Þetta er líka skemmtilegt við málsætti, afsakið, að rýna svona í þá og greina þá og reyna að komast að einhverjum skilningi, að reyna að finna merkinguna. Ok, þessi, við skulum bara láta hann aðeins malla. Sko, næsti, ei fylgja auð allar dygðir. Þó þú eigir mjög mikið af peningum, þá þýðir það ekki að þú sért fullkominn, þá þýðir það ekki endilega einu sinni þú sért frábær. Þú getur nota peninga til að vera frábær, en þú getur líka nota peninga til að vera aumingi. Ei fylgja auð allar dygðir. Ok, förum yfir í ágirnd. Sko, ágirnd vex með eyri hverjum. Því meira af peningum sem þú átt, því meira girnistu alls konar, þú veist. Ég held að þetta sé satt hvað var það peninga. Það er engin milljarðamenningur sem segir nú er ég sattur, ég þarf ekki meir, 1000 milljarðar, ég er sáttur. Þú veist, því meira sem þú átt, því meira viltu, mögulega. Vissulega vill fólk sem á ekki neitt eflaust svolítið mikið, en það er eitthvað til í þessu, þú veist, maður á ekki að lifa lífinu horfandi fram á sjóndeildarhringinn og hugsandi þegar ég kem þangað þá verð ég sáttur, eða mér líður drullu illa núna en þegar ég er búið með þetta þá verð ég sáttur. Nei, maður verður að vera sáttur í núinu, í eigin skinni, annars getur maður ekki verið sáttur á morgun eða eftir 3 ár, þið vitið. Ok, aldrei verður ágirnd södd. Er þetta ekki bara sama, þú veist? Maður verður aldrei sattur ef maður er í ágirnd. Ágirndin er rót alls ills. Kannski, ég veit það ekki, þú veist. Hún er allavega á stóran hluta þar, þú veist. Ágjarn er í ætt við þjóf. Það er svolítið gott. Fólk sem er ágjarnt og jafnvel gráðugt er í sama flokki og þjófar, af því að það lætur sér ekki nægja hlutina, það reynir alltaf að ná í meira og ná í meira og ná í meira. Og bókin hérna sem ég tók fyrir í þætti fyrir örugglega 3 mánuðum síðan sem heitir The Science of Getting Rich, vísindi ríkidæmis. Þú veist, þau segja alltaf vertu í sköpun, ekki samkeppni. Ef að þú ert í ágirnd að reyna að ná frá öðrum og reyna að vinna aðra í einhverju samkeppni, þá verður aldrei ríkur. En ef þú ert bara að skapa, bara búa til, óháð því hvað aðrir eru að gera, þú getur lært af öðrum, en þú ert ekki samkeppni, þú ert bara að skapa. Þá getur orðið ríkur, hvað sem það nú þýðir. Ok, 2 punktar í viðbót, svo veð ég bara að segja þetta gott, sko, ég er bara að kreperast, gott fólk. Ég er náttúrulega... Það er ekki grín að vera með krakkan og að taka upp podcast, get ég sagt ykkur. Ok, bein. Það þarf sterk bein til að þola góða daga. Þetta er ég í dag, veist. Bara that my feet don't fail me now, sko. Ég þarf að treysta á það að beinagrindin mín beri mig uppi og alla mína byrði í dag, af því að þetta er það þarf sterk
bein til að þola góða daga. Þetta er áhugavert. Sterk bein til að þola góða daga. Ég hefði haldið að væri sko, það þarf sterk bein til að þola slæma daga. En þetta er þá kannski eitthvað, sko, að maður þarf að halda sér á jörðinni, þú veist. Þú mátt ekki fara í kasínóið þó þú vinnir í lottóinu, skilurðu. Maður þarf að vera jarðtengdur og maður þarf að anda með nefinu og allt það. Þetta er kannski eitthvað svona. Ok, síðasti punktur tengist því að gefa. Sá gefur mest sem minnst má. Þetta er mjög gott, þú veist. Og örugglega alveg rétt, sko. Ég meina, jú, ok, Bill Gates er eitthvað svona með eitthvað Bill and Melinda Gates Foundation og er að gefa eitthvað milljarða og eitthvað bla bla bla. En það er nú samt oft þannig að fólk sem á lítið er ekkert alltaf mikið að stressa sig á, þú veist, peningum. Ég meina, ég get bara verið opinskár með það, ég er ekkert með bullandi himinháar tekjur ekkert núna, skilurðu? Þú veist, maður er nýfluttur heim og allt það. Ég er samt alveg að fjárfesta ýmislegt, sko, þú veist, ég er ekkert að halda að mér höndum eitthvað og liggja á mínum peningum eins og einhver maðkur, sko. Nei, þú veist. Ég er alveg mikið að fjárfesta núna eins og þegar ég er með massa miklar tekjur, þið vitið, þú veist. Ég þekki fólk sem er með mjög há mánaðarlaun og það situr á peningunum eins og dreki, þið vitið, eins og smjáur, hvað heitir hann, drekin í hobbitanum, þið vitið, þú veist, sko fólk sem tímir ekki eitthvað 2000 kalli eða 5000 kalli í eitthvað, tímir ekki að fara út að borða, tímir ekki að gera hitt og þetta, en er svona kannski með 1,3 í mánuðarlaun, þú veist, það er bara rugl, sko. Sá gefur mest sem minnst má, já, ég meina, þú veist, peningar eru líka bara afstæðir, peningar eru bara skrýtnir og maður á bara að nota þá og verja þeim og fjárfesta þeim og njóta þess að eiga pening. Maður á ekki að liggja á þessu eins og snákur eða einhvern veginn setja þetta allt inn í skáp, þú veist. Ég held að það sé ekki gott, sko. Hver veit hvað við eigum langt eftir, þú veit. Bara njóta þess að vera til. Ok, svona var það, gott fólk. Ég vona að þetta hafi verið bara skemmtilegt fyrir ykkur. Guð veit að þetta var skemmtilegt fyrir mig. Við komumst í gennum þetta og það er það sem skiptir máli. Emir, sonum minn, er ennþá sofandi og hér erum við búin með heilan þátt, þau veitir. Sko, næstu þættir, það, eins og ég segi, það eru fleiri lífið á Íslandi. Mér langar að skoða bara svolítið hvernig ástandið er í landinu og hvernig það blasir við mér, hvernig mín fjölskylda tekur á því. Mér langar líka að taka fleiri viðtöl. Ef þið eru með hugmyndir viðmælendur, það með ég endilega senda á mig. Ég ætla að taka viðtöl við svolítið áberandi fólk í íslensku samfélagi til að taka stöðuna. Hvernig er þetta land að þróast akkurat núna? Hvað hefur breyst? Hvernig er það samanborðið við Japan? Við það sem ég þekki. Og svo ætlum við að skoða svona konceptþætti eins og Japan betur sem er spurningakeppni Japan, eins og sjúkdómurinn eða sjúkdómarinn, þú veist, ég er ennþá að workshopa nöfnin, en þá fæ ég til minn félagi minn sem er læknir og við ætlum að taka fyrir alls konar sjúkdóma á fræðandi og vonandi skemmtilegan hátt. Þið með líka senda mér hugmyndir að því ef þið eru með sjúkdóm, nei, ef þú veist, jú, kannski, ef þið eru með hugmyndir að sjúkdómum til að taka fyrir, þú veist, við erum ekki að tala kannski hlaupabólu eða þú veist, sveppasýkingu, fótsvepp, nei, þú veist, jú, kannski, en þetta er meira svona hundaæði, berklar, ebóla, svona einhverjir hlutir sem er ekkert rosalega mikið að fjallum, sem eru svona áhugaverðir, af því þeir hafa skrítin áhrif á mannslíkamann, hræðileg áhrif, en líka áhugaverð. Þannig að þetta er svona. Það er mikið framundan, gott fólk. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að fylgjast með, takk fyrir að horfa og við heyrumst og sjáumst í næsta þætti.